Komið sæl, ég heiti Katrín Knudsen og ég er félagsráðgjafi og teymistjóri heimastuðnings í Efribyggðum. Velkomin á þennan rafræna hádegisfræðslufund Öldrunarfræðafélags Íslands. Í dag ætlar hún Valný Óttarsdóttir að fjalla félagslegan stuðning til fólks með heilabilun og þetta tekur sem sagt fundurinn í klukkutíma og innan þess tíma verður þessi kynning og svo getum við eflaust tekið smá spurningar hérna í lokin. Á meðan að kynningu stendur vil ég endilega biðja ykkur að hafa stillt á mute og síðan þegar við getum hafið umræður og ef þið hafið spurningar þá væri mjög gott að þið eruð í mynd. Já, ég held bara að þetta sé bara allt komið hjá mér þannig að ég ætla bara núna að vísa þessu á þig, Valný. Gerðu svo vel. Já, takk fyrir það. Valný heiti ég sem sagt og er teymistjóri yfir heilabilunarteyminu svokallaða sem byrjaði á að heita Sigurvinn og svo komu ykkur í bakþanga með það en ég er svona að reyna að kalla eftir því að við höldum því bara áfram af því það var komið svolítið, það var orðið fast í sessi hjá fólki og þekkja margir verkefni sem Sigurvinn og þá er svo erfitt með að bakka með hlutina. En þetta sem sagt félagslegur stuðningur fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma. Það alveg sama hvaða heilabilunarsjúkdómur það í rauninni. Þetta bara ef að umönnunarbyrðin orðin tölverð fyrir aðstandendur að þá hægt að leita til okkar. Þá ætla ég bara svona að byrja á því að ræða af hverju félagslegur stuðningur vegna heilabilunar var sett á stað. En í stefnu Reykjavíkurborgar málefni fyrir eldri borgara fyrir árin 2018 til 2022 kom fram að bjóða ætti upp á mismunandi valkosti í stuðningi fyrir heilabilaða. Og í stefnunni var tekið fram að taka ætti sérstaklega tillit til þess álag sem á aðstandendum fólks með heilabilunarsjúkdóma. Og svo var það á fundi velferðarráðs þann 12. október 2021 sem var samþykkt tillaga að þróunarverkefni yrði sett á stað þar sem félagslegur stuðningur væri veittur einstaklingum með heilabilun. Og eins og ég sagði áðan að þá markmið verkefnisins að það að leggja áherslu á að aðstandendur eða vernda heilsu aðstandanda þar sem vitað að of mikil umönnunarbyrði getur leitt til heilsutjóns. Og leið og hinum heilabilaða einstaklingi veittur stuðningur gefst aðstandendum kostur á að fara út af heimilinu og sinna hugðarefni sínu með vissu að ástvinur hans í góðum höndum hjá okkur. Og hér erum við að mæta þörf sem áður hefur ekki verið hægt að mæta með markvissum hætti hjá heimaþjónustunni. Við viljum auðvitað fara lengra og sinna öðrum hópum en heilabiluðum en þetta bara byrjunin hjá okkur. En þetta var sem sagt þróunarverkefni til seinustu áramóta, þannig að nú að koma ár síðan þetta varð bara fast í sessi. Það var bara fest í fjárlögum og núna orðið hluti af heimaþjónustu Reykjavíkur. Og það hefur svo sannarlega sýnt sig að þörfin fyrir þessa þjónustu svo sannarlega til staðar og ennþá meiri þjónustu heldur en við erum svo sem að bjóða upp á núna. En ykkur stað verðum við að byrja og við erum núna búin að sýna fram á þörfina. Og að þetta sé vel nýtt og hefur komið á góðum nótum. En gengið út frá því að veita stuðning 2 til 3 klukkustundir í senn, 1 til 2 skipti í viku í samræmi við þarfir heimilisins, en hámark 6 klukkustundir á viku. Við getum alveg farið upp undir 6 klukkustundir og það ég hef líka alveg ef að fólk þarf lengri tíma, að 2 til dæmis sem bara einu sinni í viku í langan tíma, í 5 eða 6 tíma. Og það hægt að fá þjónustu á daginn, kvöldin og helgar. Þetta í rauninni alveg frá 10 til 10 sem við höfum verið að veita stuðning. Og það þurfa samt að vera fasti tímar. Þetta bara alveg eins og hjá heimaþjónustunni. Þú átt bara þennan tíma, til dæmis á mánudögum, þriðjudögum og fimmtudögum frá 2 til 4 eða eitthvað. Það alltaf þessi sami tími.
Og þjónustan alfarið á forsendum hins heilabilaða. Hann þarf alltaf að samþykkja þjónustuna og við gerum það þannig að við svona reynum að skoða hvað honum finnst skemmtilegt að gera og hvað hann ræður við og hvað valdeflir hann, hvað hann í stuði til að gera hverju sinni líka. Þú veist, það ekki, þú veist, við erum að hitta þau kannski 3 í viku, að þá verðum við bara að sjá hvar hann stattur þann daginn. Við fáum alltaf lífssögu skjólstæðingana, svo við setjum okkur vel inn í þeirra líf og áhugamál. Og það bara rosalega gott til þess að starfsmaðurinn nái að kynnast honum almennilega og viti hvað hann á að tala og gott að hafa myndir og svona til að geta kannski verið með lífssöguna saman og ræða hlutina. Nauðsynlegt að vera í góðum og reglulegum samskiptum við aðstandendur, en heimsóknaraðilinn þarf að vera í góðum samskiptum við hinn heilabilaða. Við reynum að hafa þetta svolítið þannig að þetta verði svona vinasamband. Hann sé ekkert starfsmaður sem að koma inn og hitta hann, þetta bara vinur. Og eins við fjölskyldumeðlimi, hann verður bara svolítið fjölskylduvinur líka. Og svo það ég, teymistjóri þarf að vera í góðum samskiptum við aðstandendur hins heilabilaða. Ég ofta ekki í miklum samskiptum við hinn heilabilaða en við aðstandendur. Og hverjir geta sótt þátttöku í þróunarverkefninu og það fólk með greindan heilabilunarsjúkdóm og býr í sjálfstæðri búsetu með lögheimili í Reykjavík. Og þeir sem að dvelja á sjúkrahúsum eða búa á dvalar eða hjúkrunarheimilum eða öðrum sértækum búsetu úrræðum innan borgarinnar hafi ekki kost á að sækja í þróunarverkefninu. Svo hérna upplýsingar það hvernig skal sækja í verkefnið. En aðstandendur geta sótt fyrir hönd þeirra sem veitt hafa samþykki fyrir því og sótt þátttöku á verkefninu á mínum síðum inn á reykjavík.is. Öll þjónusta og umsókn, þetta bara eiginlega sama, þetta alveg eins og að sækja heimastunning, þetta bara beint fyrir neðan. Já, og svo hægt að fara inn á reykjavík.is /þróunarverkefni. Og svo líka eyðublöð sem bara liggja á öllum þjónustumiðstöðum. Og ég að sinna, þetta bara eitt teymi fyrir alla Reykjavíkurborg. Gögnin sem að þurfa að fylgja læknisvottorð, þar sem ég fæ staðfestingu á heilabilunarsjúkdómnum frá heilsugæslu eða sjúkrahúsi, það skiptir ekki máli hvaðan það Svo að því að verkefni hefur verið fært yfir til heimaþjónustunnar, að þá hef ég forstöðu héðan í samvinnu við starfsfólk í heimastunningi. Það mætti alveg vera meiri samvinna á milli byggða. Ég náttúrulega langmest að því ég stödd í Austurbyggð en reyna að gera hvað ég get til að vera í góðum samskiptum við aðra byggðir. Og svo ég líka í samskiptum við félagsráðgjafa í málefnum eldra fólks hjá miðstöðunum. Og verkefni unnið þvert á borgina og ég mun sjá mat á umsóknum og hefur gert það í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar stuðningsþjónustu. Yfirleitt þetta svona 15-20 virkirskjólstæðingar hverju sinni, þetta svona fer upp og niður. Ég hef yfirleitt ekki farið upp fyrir 20, ég bara geta ekki með þann mannafla sem ég með. En ég með einn starfsmann í 100% starfi, 2 starfsmenn í 50% starfi og 2 tímavinnustarfsmenn, eins og staðan núna. 2,5 eiginlega, einn já, hann tekur bara alltaf einn, þetta svona verkefni frá því að verkefni byrjaði og hann ennþá sem sagt heima þessi einstaklingur og það bara, þetta svona síðsnýði, hann fer bara með hann á boltaleiki þegar þegar hann kýsir svo. Þetta nú ekki lengra hjá mér, eru einhverjar spurningar? Takk fyrir fyrirlesturinn. Ég með eina spurningu. Ef það ekki þeim lengri röð, þá kannski get ég bara. Þú sagðir að eftir að þetta var eftir fyrsta fasa þróunarverkefnisins hafi þetta verið sett inn á fjárlög. Jú. Á fjárlög hjá ríkinu eða á fjárhagsaftur hjá Reykjavíkurborg? Reykjavíkurborg. Já, akkurat.
Þannig við getum bara sinnt fólki sem að býr í Reykjavík. Já, akkurat. Þannig að Já. En ég veit til þess að bæjarfélögin í kringum okkur að þau eru farin að hugsa sinn gang að reyna að gera þetta líka. Ég veit ekki hver staðan ég veit bara að sumir hafa sett sig í samband við mig og eins í Árborg. En vonandi bara verður þetta sem flestum bæjarfélögum. akkurat, eru þið með eitthvað virt mat á verkefninu í gangi? Meinaru stöðumat? Svona hvernig Nei, gengur? svona gæða og árangursmat. Já, svona eins, já. Já, það hefur verið tekið en kannski ekki það hefur ekki verið tekið núna síðan þetta hætti að vera þróunarverkefni og við þurftum að gera það sem allra fyrst. Já, akkurat, það verður mjög áhugavert að geta sýnt fram á einmitt þörfina áfram. Já, já. Ég ætla ekki að einoka þig, ég ætla að hleypa öðrum að. Já, vonandi einhverjir hafi spurningar, þetta var svo stuttur fyrirlestur. Enginn sem hefur spurningar? Ég er bara aðeins forvitin ef einhverjum myndir vilja taka þetta upp, sko, hjá sér. Gætu þeir þá haft samband og fengið einhvers konar samráð eða þannig það? Eða svona Bara endilega. aðstoð? Já, ekkert mál. Ok. Ég sé að það er hérna. Já, uppi Þóra. hendin. Já, hæ, Valný. Hæ. Heyrðu, ég kom svo seint, ég held ég að mista af eiginlega öllu, þannig að nú spyr ég bara eins og Æi. kjáni. Ég er búin að googla hérna á reykjavík.is en ég finn ekkert þetta. Hvar finn ég? Heyrðu, já, nú ætlum ég bara að bakka aðeins. Hérna er hægt að sækja í verkefnið. Þannig þetta er bara eins og sé verið að sækja heimaþjónustu og ég er bara rétt fyrir neðan. Það er beint fyrir neðan það sem ítt er á. Og sjá, ætti ég kannski bara... Hvað slæ ég inn á reykjavík.is? Það er til dæmis hérna reykjavík.þróunarverkefni.is. Ok. Nei, skástrík þróunarverkefni. Já, ég er bara að spá hvað það heitir. Já, svo spurning hvort hann hafi... Ég ætla bara að ég ætla að slökkva á þessu í bili og fara bara inn á... Það geta virkað þessi mús mín. Sjá. Bara fara inn á reykjavík.is og gera þetta með ykkur. Og þetta er nefnilega ekkert endilega þau velt, ég hef svolítið kvartað undan og fleiri bara heimasíðu borgarinnar. En það er, þú ferð inn á þetta þegar þú ferð inn á minna síður, en síðan er það eru aldraðir. Velferð og stuðningur, eldra fólk. Sjáu þið örugglega skjáinn hjá mér? Jú, við sjáum hann. Já, hvernig er heimaþjónusta? Finnst ykkur þetta ekki? Þetta er rosalegt, sko. Já. Hvað heitir verkefnið? Verkefni heitir félagslegur stuðningur vegna heilabilunar. Hérna er þetta. Skilðu þig. Þetta og svo meira. Hérna. En þetta er heimasíða Reykjavíkurborgar. Já. Þetta er ekkert fyrir gamla fólki að fara að kíkja á þetta, sko. Nei, eða aðstandendur. Ég seti leitarorð þetta sem þú nefndir. Ég fæ 12.000 og eitthvað niðurstöður. Já, ok. Ef ég seti iðjuþjálfun inn í leitarstikku, ég fæ alveg það sama, bara allt og ekkert. Er ekki hægt að laga þetta?
ég skal biðja það. Ég ætla líka sko, ég að reyna að fá að halda því að sigurvin sé bara eitthvað sem við fáum að heita og þá kannski hægt að nota það sem leitarorð. Já, takk Valný. Það var ekkert. Einhverju fleiri sem vilja koma að spurningum? Ég setti inn í spjallið bara meðan að ég var að hlusta á Já. það eru mjög góður punktur með aðgengi að upplýsingum á heimasíðu, mjög mikilvægt. Algjörlega, en svo ef að maður fer inn á mína síður þá held ég þetta sé auðveldara. Að þá komi þetta fyrr. En það náttúrulega stótt inn á mínum síðum, en þetta náttúrulega upplýsingar sem fólk verður samt að geta leita sér. Það er hérna spurningi í spjallinu. Er einhver í teyminu með sérþekkingu á heilabilunarsjúkdómum? Við erum öll með sérþekkingu í heilabilunarsjúkdómum. Starfsfólkið sem fer út, þessar sem eru í föstu starfi, þær eru sjúkraliðar og félagsliðar og hafa unnið og sérhæft sig í heilabilun, hafa unnið nánast alla sína starfsævi með fólki með heilabilun og eru allar komnar á aldur. Ég svolítið fyrir það að ráða inn fullorðna einstaklinga sem að hafa svolítið bæði muna frá því sem hvernig lífi var hér áður fyrr til að geta átt sameiginlega minningar og hafa bara góða reynslu og geta orðið svona vinir. Þetta sé ekki starfsmaður borgarinnar að koma til viðkomandi heldur þetta vinkona. Og þá svo gott að geta átt einhverja svona sameiginlega minningar og þú veist, það þarf ekki nema þetta að muna eftir einhverjum skemmtistað eða tónlist eða leikurum. Þetta eitthvað sem bara skiptir voða miklu máli. Mér langar allavega að spyrja, kom fram hérna til þess að komast í þjónustu hjá ykkur að þá þarf að viðkomandi að vera með staðfesta greiningu? Heilabilun, já. Já. Og það þarf að koma vottorð með umsókninni það að viðkomandi sé með staðfesta heilabilun. Og þetta náttúrulega eins og ég segi, þetta gert til þess að grípa aðstandendur sem eru oft með marga bolta á lofti og svo það kannski maki, það ekki alltaf sem maki til staðar, en hann oft orðinn ansi þreyttur, náttúrulega líka farin að eldast. En þetta ekki allt saman gamalt fólk sem að koma til mín. Það rosalega margir sem hafa bara verið fæddir í kringum 60 og stæðsti það svona mesti fjöldin hefur verið á milli 50 og 60, fæddur milli 1950 og 1960 og þetta fólk sem ekki tjá mér eitt rosalega lengi af því að þeirra sjúkdómur bara oft svo fljótur að fara þannig að þau þurfi bara einfaldlega að fara inn á hjúkrunarheimili. Og svo megið þið vita það að það laus pláss hjá mér núna ef ykkur dettur einhver í hug sem að þarf á þess að halda. Það sem að það hefur eitthvað gerst núna varðandi hjúkrunarheimilin, það svo margir að komast inn. Þannig að að gera nýta það og sækja þá ég með lausa starfsmenn. Það kemur í spjallinu frá henni Þóru. Hún var að senda einhvern skjámynd af heimasíðunni. Segir þetta það sem að blasi við á vefsíðunni hjá Reykjavík. Kemur þessi þjónusta til viðbótar við annan heimastuðning? Já, hún gerir það. Og hver þíminn í þjónustu að meðaltali? Sko, þetta kemur ofan á aðra heimaþjónustu og við erum að vinna saman. Þetta náttúrulega heimaþjónustan en þetta við getum verið með viðveru þarna sem að heimaþjónustan hefur ekki náð að gera. Þetta þessir frá 2 tímum í viku upp í 6 tíma í viku sem að fólk að fá þjónustu frá okkur og það rosalega margir að nýta alla 6 tímana, eiginallir. Varðandi meðallengd á þjónustu, sko,
tímabil, ef við verðum að tala um það, hvað eru margir mánuðir eða ára, þá það bara rosalega misjafnt. Fólk getur alveg verið í 2, 3, 4 ára. Þetta eiginlega, fólk með þjónustu yfirleitt þangað til það getur ekki verið áfram heima. Eiginlega allir skjólstæðingar okkar eru komnir með færni og heilsumat. Þannig að þetta svolítið þungur hópur, en Er fólk þá ekki að koma svolítið seint inn í þjónustu? Það Kannski er of náttúrulega- seint meðan við markmiðin ykkar? þetta náttúrulega, markmið að leysa aðstendur af og þeir kannski ekkert orðnir þreyttir fyrir en þjónustu eða umönnunar þörfin orðin svona mikil. En svo allur gangur á, eins og þessi eini sem búinn að vera lengi, hann sko ég veit eiginlega ekki stöðun á honum, hann byrjaði áður en ég tók við verkefninu og þá bara einn einstaklingur sem eiginlega bara launaskrá hjá mér þar sem hann að fara bara með að ná fótbolta eða körfuboltaleiki. Þú veist, við erum hætt að vinna þannig en ég get ekki rift þessum samningi, hann var gerður. En hann búinn að vera frá því að þetta teymi var stofnað. Hann bara var einn af þeim sem byrjuðu með þjónustu hjá okkur. Þannig þetta rosalega, þetta fjölbreyttur hópur en flestir eru samt að koma og fá mjög snemma færni og heilsumat. Berglind Blöndal, hún með spurningu. Gjörðu svo vel. Takk. Myndavélin mín virkar ekki, ég biðst afsökunar á því, en þið verður bara að mynda mér á netinu. En ég fór bara að velta því fyrir mér að því ég fæ oft aðstandendur til mín sem eru að leita ráða vegna, ég næringafræðingur, vegna eigin mataræðis og svona og oft tjá svona að þeim vildu óska þess að þau gætu stundum eins og farið út án makans. Þetta eitthvað svona, getur Já. slíkt fólk? Já. Já. Þannig að það þarf ekki að vera heima á meðan verið að sinna. Alls ekki. Við erum, þú veist, hann bara á ekki að vera heima. Við Ok. erum að leysa aðstendur af svo hún komist út og getur Já. sinnt sínu. Já, Þú veist, já. það eru margir, sumir eru bara ennþá það hressir að þeir eru jafnvel að vinna. Og ég Já. hef verið að leysa af þar sem að maður getur bara farið að vinna fyrir hádegi til dæmis. Já. Já, þessi ennþá á vinnumarkaði og Já, en þráir svo ömurlegt að geta ekki farið að heimsækja barnabörnin og já, eitthvað það svona, en bara barnabörnin að gera. geta ekki komið heim til þeirra því hann orðinn svolítið svona ógnandi, Ok, þannig að eða svona gagnvart litlum börnum. já. Þannig að En það bara að gera að sækja til okkur. Þetta einmitt þetta sem að við erum að huga að fólk geti haldið áfram sínu lífi, farið einmitt í heimsóti barnabarna, farið í saumaklúbbinn sinn eða Einmitt. kallaklúbbinn eða í sundleikummina sína, þú veist, bara geti Já. haldið áfram að lifa sínu lífi frábært. þrátt fyrir að eiga maka með heilabilunasjúkdóm. Og svo einmitt líka, þú veist, stundum átt ekki sá heilabilið ekki maka, en þá eru það börnin sem eru jafnvel með börn eða barnabörn og í fullri vinnu og það bara nóg að Einmitt. gera og fólk bara orðið mjög þreytt, að þá erum við að koma inn til að leysa þau af þó þetta sé ekki nema nokkru klukkutímar í viku, þá vita þau að mamma og pabbi í góðum höndum allan Já. þennan tíma. Það munar það, algjörlega. Já, það munar það og við erum til dæmis komin inn til einna konu það sem vill svo til að sonurinn að vinna hjá okkur og bara í heimaþjónustunni og hann finnur svo mikinn mun að eftir að hún fór að fá þessa heimsókn 3 sinnum í viku að þá hún hætt að hringja svona mikið í hann. Hún var alltaf hringjandi og hann næri ekkert að vinna þetta, hún alltaf að Nei. hringja en Já. það hefur bara dregið úr að því að hún verður rólegri. Einmitt. Það er frábært, takk fyrir. Já, það var ekkert. Ragnheiður, þú ert með spurningu. Hæ, Ragnar heiti ég er deildarstjóri í Dagdvöl í Vestmannaeyjum. Já, sæl. Sæl. Ég fór með þetta að hugsa, þú veist, eru þið að vinna með dagdvölina líka, þannig að fólk getur farið þá í dagdvöl á daginn? Já. Ok, Já, þannig að við gerum þá það. starfsmaður frá ykkur sem fer með þeim eða það eitthvað, Nei. eða inn? Nei,
Sko, dagdvalarnar eru þannig að, þú veist, ef þú þarft aðstoð við að fara í dagdvölina eða í bílinn, því dagdvalarnir sjá yfirleitt að koma og sækja fólk og keyra það aftur tilbaka. Ef að þú þarft aðstoð við að fara í bíl og þú veist, vakna á morgnana og klæða þig og allt þetta, þá er það heimaþjónustan. Mhm. Ef að þú ert síðan búin í dagdvöl og þú átt erfitt til dæmis yfir eitthvað ákveðið tímabil eftir dagdvölina, til dæmis ættir erfitt að koma heim í tómt hús, eða ert endalaust að hringja þegar þú kannt ekki kveikja í útvarpinu eða sjónvarpinu eða eitthvað, þá getum við komið inn bara eftir dagdvöl. Jafnvel, þú veist, á kvöldmatatíma og borða með þeim kvöldmat og svona ef að þau eiga erfitt, þau fá náttúrulega næringu í dagdvölinni, en það er oft líka, ef að fólk er ekki í dagdvöl, þá getum við gert þetta upp og fólk borði, af því það er oft svo félagslegt að borða. Já. Þannig að við getum gefið svo miklu lengri og betri tíma heldur en nokkuð tíman heimaþjónustan gerir. Hún er inn og út, en við getum verið yfir lengri tíma og sinnt fólki betur. Já. En við vinnum, sko, hvort sem þú ert í dagdvöl eða ekki, að þá færðu þjónustu hjá okkur og ofan á alla heimaþjónustu og svo vinnum við bara öll saman og ég er í góðum samskiptum við dagdvalarnar. Já, ég er nefnilega einmitt svo sem er yfir heimaþjónustu, þetta heitir orðið stuðningsþjónusta hér í Eyjum. Það er svo sem líka hér, já. Já, en þetta er jú, það er þessi léttu innlit, í rauninni hefði verið rosa gott að hún hefði verið hérna líka, en ég veit svolítið mikið hvað hún gera, við tölum svo mikið saman, við erum svo mikið með sama fólkið, en það er náttúrulega rauninni þar sem eru þessi léttu innlit hjálp í sokk og svona áður en að þjónustubíllinn kemur og sækir fólk, en sko þetta er bara orðið samt svo mikið þrif. Það er held ég sko áskorun sem hún er að lendi í, þetta er orðið svo mikið þrif og þetta er orðið bara svolítið svona, er allt í góðu, bara svolítið svona inn og út. En við hefum ekki verið að veita þetta að grípa fólki líka, þú veist, þau koma heim, en maður er náttúrulega mjög sniðugt að gera það, einstaklingar eru með einhvers konar heilabilun, en svo erum við líka bara að takast á við fólk með krefjandi líkamlega vangetu og allt skiluru, þannig að þetta er kannski ekki alltaf heilabilun sem að maður er að takast á við, sko. Nei, og það er það sama, því ég er náttúrulega líka með hverfi í heimaþjónustunni og þetta er bara alveg nákvæmlega sama og hjá okkur og þrifin eru að keyra okkur út og þetta er alls það sama vandamálið og við viljum sinna fólki svo miklu betur félagslega og helst myndum við vilja að þrifin færi bara eitthvað annað. Það væri bara þú veist, í ykkur annara höndum en við gætum séð félagslegan og þetta það sem við kallum ADL. Algjörlega. En er þá ekki líka að vera að tala með þessar sveigjanlegar dagdvalir? Þú veist, að þær myndu kannski svolítið, hvað maður segja, covera þennan tíma, þú veist, þennan úlfatíma, staðir hugsunin sveigjanlega dagdvöl? Já, og hugsunin er kannski líka svo að það er svo oft erfitt að koma fólki út á morgnana. Ég segi fyrir sjálfa mig, mér þætti ömurlegt loksins því ég er hætt að vinna og geti farið að sofa út og þurfa að mæta einhverju dagdvöl alltaf 8:30, sko. Það veist, að það væri kannski betra að byrja 11 og vera fram yfir kvöldmat. Þú veist, það þarf að vera meiri sveigjanleiki á þessu. Já, nákvæmlega. En það væri líka auðveldara fyrir heimaþjónustuna að það sé ekki allir að fara í bíla á sama tíma. Það er það líka, sko. Og fyrir þjónustubílinn, svo náttúrulega er ég í Vestmannaeyjum, þannig að þetta er kannski svolítið öðru heldur en í Reykjavík og borg, en við erum bara með einn einstakling sem keyrir þjónustubílinn, sko. Já, en þetta getur stundum verið svolítið mikil keyrsla, af því hann sinnir ekki bara mínu fólki, hann sinnir líka fötluðum og alls konar útköllum. Já, einmitt. En það er gott að heyra, þú veist, að ég þyrfti að segja henni þetta líka, þú veist, að það er líka þjónustan sem er að grípa fólk þegar þau eru komin heim, sérstaklega fólk sem eru í þannig stödd í sínum sjúkdómi. Og við viljum líka að heimaþjónustan geri það svo sem, skilur, ef það er hægt. Þetta er rauninni bara að meta hvert tilfelli fyrir sig. Og það er til dæmis, ég fekk símtal daginn þar sem bara mamma vill ekki fara í sturtu og er komin með mikla heilabilun. Hún segist alltaf að vera búin að fara, það þýðir ekkert að koma og segja bara jæja, þú veist, hún myndi bara reka viðkomandi út. Þannig að við erum bara að fara inn til hennar, þú veist, og þetta er eitthvað sem þið getur kannski hugsað líka, því þú veist, ég fekk bara að þetta er í mínu hverfi og ég vilja bara eigum við ekki bara að láta heilabiluna teymi koma þarna inn, þá er hún með henni í lengri tíma og ég segi, jæja Sigga mín, nú þurftir þú kannski að fara í sturtu, þú veist, eða bjóðinni það, þá hefur hún lengri tíma, hún er ekki á hlaupum sem er oft svo frustrerandi fyrir fólk með heilabilun. Algjörlega. En við erum mjög blessunar og stakk vel búin að því að þú veist, ekki bara ég er þetta með iðjuþjálfa líka, Söndrudís sem er nýbyrjuð sem iðjuþjálfari í Vestmannaeyjum, hún er hjá mér og hún er líka með
vinna með stuðningsþjónustuna. Þannig að hún fer líka í innleitin, þannig að það er rosalega gott að hafa þessa þekkingu með okkur líka sem getur metið að við sem sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar, við gerum allt og mikið. Þegar að við verum svo miklu getuþjófar, þegar fólk getur gert svo mikið, þau sjá allt öðruvísi mynd oft á hlutina og hjálpa svo mikið þá þegar það þarf að sinna fólki í heimahúsum að ýta undir þeirra sjálfsbjarga viðleitni að gera sjálf. Algjörlega. Þannig ég mæli alltaf með að hafa iðjuþjálfa í öllu, sko. Þetta er alveg bara Guðs himnasending, sko. Já, gott að heyra. Já, takk fyrir mig. Þetta var bara virkilega góð umræða og bara takk fyrir þessa spurningu. Ég einmitt alveg sammála því að það væri ótrúlega gott að hafa í rauninni að fá að draga dagdvalarnar aðeins líka fram yfir daginn og hafa kvöldmatatíma því að það ekkert allir með aðstandendur og þetta getur bara létt undir álagi hjá þá fólkið sem að koma í kvöldinlit til viðkomandi. Og en ég gleymdi náttúrulega að láta koma fram í upphafi að ég vinn líka hjá Reykjavíkurborg, efri byggð Reykjavíkurborg, þannig ég þekki akkurat þetta sem að Valný að tala og tek undir bara hvert orð með ykkur. Eru einhverjir fleiri með spurningar eða vilja bara koma með ykkur ábendingar eða? Má ég? Já. Bara, sko, það virkilega brýnt að gera heimasíðu eða vefsíðu Reykjavíkurborgar aðgengilegri. Talandi sko, færni fólks og það sé sjálfstætt eins lengi og hægt og það að koma núna aldurshópar sem eru bara tiltölulega tæknifærir og afla sér upplýsinga. Ég heiti Þóra og ég formaður Iðjuþjálfafélagsins og ég verð vör við þetta vegna þess að eldra fólk í bara síauknum mæli að senda fyrirspurnir hingað á Iðjuþjálfafélagið þar sem að leita iðjuþjálfa til að koma í heimsókn og hjálpa því að finna út úr hjálpatækjum og aðlögun heima. Og það veit ekki hvert á að leita og ég bara sett inn skjáskot af forsíðu heimasíðu Reykjavíkurborgar og þú veist, ég ekki að leita snjóbræðslu og snjómokstri og ég á ekki að þurfa sem bara almennur borgari að fara inn á mínar síður til að finna út úr þjónustu fyrir móður mína. Þess fyrir utan sko að ég starfsmaður borgarinnar og þið sáu þegar ég var að fara þarna inn að ég fór inn í eitthvað allt annað til að athuga hvort að ég gæti komist inn í velferðarstuðningur. Þetta var ekkert auðvelt að komast þangað, sko. Nei. Þannig að bara þetta mjög brýnt mál og það bara sífellt fleiri sem kvarta yfir þessu aðgengisleysi inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar og svo það náttúrulega ráða miklu fleiri iðjuþjálfa í störf hjá Reykjavíkurborg bara svo ég láti það fljóta með. En takk fyrir frábæra umræðu, ég tek undir það, þetta mjög mikilvægt. Já, bara takk fyrir það. En mér langar aðeins að koma þarna að iðjuþjálfar hjá Reykjavíkurborg eða heimaþjónustunni, þeir sinna bara þeim sem eru með þjónustu fyrir og það bara rosalega vöntun á því að fólk geti nálgast iðjuþjálfa sem eru ekki með aðstoð frá heimaþjónustunni sem heimaþjónustunni reglífarheiti yfir bæði heimahjúkrun og heimastuðning. Við erum náttúrulega bara með einn iðjuþjálfa hjá okkur og við getum ekki verið að taka í rauninni þá sem ekki eru fyrir með þjónustu hjá okkur en ég veit ekki af hverju heilsugæslan hefur ekki ráðið inn iðjuþjálfa til að sinna þessu. Við heyrum iðulega í læknum sem vilja nýta okkar þjónustu af því þeir ætla ekki að gera þetta sjálfir og ég bæði búin að fá mörg símtöl hér og eins bara hjá sjúkratryggingum því ég var þar. Þetta orðið svo langt tímabil sem að það vantar iðjuþjálfa hjá heilsugæslunni en það gerir enginn neitt í því. Og það alltaf verið að reyna að snigla inn þjónustu frá okkur með því að biðja að því þið vita iðjuþjálfun fer til að meta þjónustuþörf. Þannig við erum nánast farnar að bara hafna beiðnum sem stendur bara að meta þjónustuþörf, af því þá þetta bara hjálpatæki. Hjá fólki sem ekki þegar með þjónustu. Þannig að þetta vandamál. Má ég spyrja af hverju vantar iðjuþjálfa á heilsugæsluna? Eru þeir ekki til eða
vill heilsugæslan ekki ráða eða? Það virðist sem að þetta sé ákvörðun heilsugæslunnar og ekki spyrja mig út af hverju vegna þess En að þetta er líka- læknarnir eru alltaf mjög þreyttir á þessu. Þar. Hvað segirðu? Þú ert alltaf að frjósa, Þóra? Og það er þá heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins sem þeir eru að tala um. Já, Má ég aðeins segja eitt um þetta? Sver. Af því ég vinn heilsugæslu og ég er næringafræðingur og það er nú ekki næringafræðingur á öllum heilsugæslustöðvum og ég átti mjög langt samtal við yfirmann minn um daginn um þetta viðskiptamódel heilsugæslunnar gerir ekki ráð fyrir öðrum fagstéttum heldur hjúkrunarfræðingum og læknum. Og þess vegna þurfa heilsugæslur alltaf að taka á sig þennan kostnað. Þau fá ekki greitt með öðrum fagstéttum og þeirra þjónustu frá sjúkratryggingum. Þess vegna er þetta svona að það er svona ofboðslega lítil þverfagleg bara ráðningar í gangi hjá heilsugæslustöðvum. En ég var í svona spretthóp hjá heilbrigðisráðuneytinu í sumar og haust og þar sem vorum að kynna hvernig þetta er á okkar heilsugæslustöð því við erum með klínískan lyfjafræðing og við erum með klínískan næringafræðing sem er ólíkt öðrum stöðum og svona og vorum að reyna að fá einhverja breytingar og þar var aðal áherslan frá öllum heilsugæslustöðvum landsins að það þyrfti að breyta þessu módeli til þess að væri hægt að kaupa inn fleiri fagstéttir til þess að þjónusta fólk betur og líka bara leysa tíma vanda lækna betur. Þannig að vonandi kemur eitthvað út úr þessu svo sem maður veit aldrei en að búin til einhver skýrsla. Ég er að setja svona gæsarlappir upp í lofti því við vitum kannski alveg hvað það þýðir. Það er ekkert endilega eitthvað gerist en maður heyrir þetta bara alls staðar frá. Að fólk vill fá meiri alls konar fagstéttir inn, sjúkraþjálfara, íþróttafræðinga, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, þetta er allt sem á heima inn á heilsugæslunni. Þetta er rosalega frústrerandi. Þverfagleg þjónusta er best fyrir skjólstæðingana en samt er ekkert módel peningalega til þess að hafa það þannig. Nei, einmitt. Ég hef aldrei heyrt það að þetta séu sjúkratryggingar. Þetta er bara takk fyrir þessar upplýsingar. Þetta er eitthvað sem vonandi, ég hef trölla trú á þessu stjórnvöldum Já, ég líka. sem að núna eru. Það verði eitthvað breytingar. Já. Má ég skjóta inn í kannski frekar spurningu. Ég tek undir allt sem fram hefur komið og maður veit að þetta eru pólitískar ákvarðanir sem að stýra því hvernig heilsugæslurnar geta ráðið. En og kannski spurning meira til þín, Þóra, hún er í símanum, en kannski veist þú þetta Valný, eru til staðar sjálfstætt starfandi fagaðilar, hvort sem það eru iðjuþjálfar, félagsráðgjafar eða eitthvað annað, sem að þið geti þá vísað á? Já, þeir eru til. Þeir eru ekki Fleiri en margir. Guðrún Jóhanna. Guðrún Jóhanna, ég held bara nánast ekki nei. Það er hægt að fara inn á heimasíðu Iðjuþjálfafélagsins. Þóra þarf eiginlega að segja hversu oft það er uppfært og þar eru nöfn þeirra sem eru sjálfstætt starfandi og í hverju þær hafa verið að sérhæfa sig. En það er ekki margar vegna þess að sjúkratryggingar, það hefur ekki verið gerður rammasamningur við iðjuþjálfa. Svo það líka, auðvitað. Já, og Katrín getur kannski svara fyrir félagsráðgjafana en það hefur svolítið verið kallað eftir rammasamningi en Þóra, hún er meira þar inn í málum. Ok, bíðum bara þangað til hún er búin í símanum. Já. Af því að mér finnst þetta mjög mikilvægt af því við viljum náttúrulega ekki að það sé lausnin fyrir alla að fólk leiti til sjálfstætt starfandi en meðan er verið að laga kerfið okkar væri mjög æskilegt að það sé hægt og við vitum að Guðrún Jóhanna hefur meira en nóg af verkefnum. Já,
og hún sko í öllu og hún vinnur held ég við 3 en Og ég sé að Steinunn Bergmann sem sennilega Steinunn Bergmann formaður Félagsráðgjafafélagsins var að rétta já, hönd. ok, Sýnist það. hún kannski svarar okkur. Gerðu svo vel, Steinunn. Já, sælir. Bara takk fyrir áhugavert málþing og umræður. Já, þetta með sjúkratryggingar sko og starfsstéttir, að það nú þegar í reglugerð sjúkratryggingar að iðjuþjálfar geta fengið samning við sjúkratryggingar, það þarf bara að sækjast eftir því. En við félagsráðgjafar, við erum ekki ennþá búin að fá reglugerð sem að þannig að sjúkratryggingar geta ekki gert samning við félagsráðgjafar vegna þess að það ekki, við erum ennþá í samtali við ráðuneyti það að ráðuneyti gerir reglugerð. Þannig að þetta bara mjög flókið, en við erum búin að vera í áralöngu samtali við heilbrigðisráðuneyti sem að hefur skilað sér í því að nú í auknum mæli verið að ráða félagsráðgjöf inn á heilsugæslustöðvarnar. Það eru komnir félagsráðgjafar inn á allflestar heilsugæslustöðvarnar og lengi vel var það einmitt þetta að það var ekki til, þetta fjárhagsmódel gerir bara eins og komið fram ráð fyrir hjúkrunarfræðingum og læknum, ekki öðrum fagstéttum. Þannig að það þarf að vinna þetta á ráðuneytisgrundvelli og jafnvel fjármálaráðuneytinu til þess að breyta þessu líkani þeirra, þessu fjármögnunina líkani. Þetta hefur verið í raun og veru strandað á því að það fjármagni sem að ráðuneyti setur í málaflokkinn sko. Þannig að þetta ekki sjúkratryggingar að gera bara það sem að ráðuneyti búið að setja í reglugerð eigi að gera. Þannig að ef það komið í reglugerð þá getur maður leita til sjúkratryggingar og reynt að fá samninga, en annars það ráðuneyti sem að stýrir þessu öll saman og fjármálaráðuneyti hefur náttúrulega mjög mikið að segja það hvernig þetta lítur allt saman út, en þeir auðvitað heilbrigðisráðuneytið það ráðuneyti sem að náttúrulega koma inn í að breyta því. Þannig við vonum það að vinna þessi sprettó sem að nefndur hérna áðan að skili sér í því að þeir fara að hugsa það að fá iðjuþjálfa líka inn á heilsugæslustöðvarnar og fleiri fagstéttir. Þetta bara Má ég spyrja örsnöggt, Steinunn? Já. Eru þið svona þessar lykilstéttir eins og í þessari þjónustu, eru þið eitthvað að vinna saman í því að efla þetta þverfaglega starf inn á heilsugæslustöðvarnum? Nei, við höfum ekki gert þess ekki sameiningu, nei. Við höfum verið svona mismunandi, þetta kemur frá eins og sálfræðingarnir komu inn á einhverjum tímapunkti, þá var bara tekin ákvörðun og sett fjármagn. Núna var það ekki svona 2 ár síðan heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins réði félagsráðgjöf til að innleiða félagsráðgjöfin á allar heilsugæslustöðvarnar. Það voru stöðvar út á landi búnar að taka skrefin fyrr, var það með framsýni. Fyrsta stöðin sem man eftir, það var fyrir austan, þá fengur ekki hjúkrunarfræðing og réðu félagsráðgjafa í hjúkrunarfræðistöðuna. Þannig að þeir hafa alveg haft alls konar leiðir til að gera þetta og það það sem kannski gerist núna líka að það bara vantar heilsugæslulækna og þá í raun og veru opnast stöður og þá getur heilsugæslan fara að nota fjármagnið í annað. En mér finnst í raun og veru sigurinn ekkert unnin fyrir en að það bara komið inn í fjármagnuna líkanið að það sé gert ráð fyrir öllum þessum fagstéttum. Það í raun og veru það sem við þurfum að vinna að og góð ábending til ykkar, við kannski þurfum að vinna betur saman þessi stéttarfélög fagstétta að leggja saman kraftana í því að vinna í þessu. Það verk að vinna, sannarlega. Já, og þetta var klárlega frekar spurning heldur en einhver svona ádeila af því að mér finnst ég heyra þetta svo víða, hvort sem það verið að kynna eins og svona mjög afmarkaverkefni hjá Reykjavíkurborg eða eitthvað annað, að þar sem á einum stað verið að gera mjög vel, það í rauninni dregur fram skortinn einhvers staðar annars staðar og það mjög víða bent á hvað heilsugæslan í rauninni slöpp meðan við hvað hún gæti verið að gera fyrir fólkið okkar. Nákvæmlega. Hún á að vera fyrsta stöðin og var svona lágþröskulda úrræði, þangað koma allir og þar á þjónustuna að vera. Fólk á að geta fengið alla þessa heilbrigðisþjónustu inn á heilsugæslan svona grunn, fyrsta stigs þjónustuna og svo þau bara þá sortir að fólk sett áfram eftir sem að þörf kröfur. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta og fyrir þetta innlegg, Steinunn. Bara rosalega gott að hafa þig til að svara fyrir. Einhverjir fleiri? Við höfum alveg tekið mjög góðar umræður núna. Já, Þóra, gerðu svo vel. Takk Steinunn. Ég verð bara viðurkenna að netsambandi hjá mér búið svo lélegt þannig ég hef svolítið dottið út. En ég ímynda mér alveg hvað Steinunn hefur verið að tala og við höfum hjá Iðjuþjálfafélaginu algjörlega lagt skýra línu
með það að fólk eigi að eiga aðgang að iðjuþjálfum og fleiri endurhæfingarstéttum láð byggð eða í sínu nánasta umhverfi og það heilsugæslan og félagsþjónustan, skólakerfið hvað varðar börnin. En þetta hefur ekki gengið eftir en það voru uppi í endurhæfingaráætlun hugmyndir og það átti að verða veruleika núna 2025 að koma upp endurhæfingarteymum innan heilsugæslunnar. Og það hefur ekki gengið eftir þannig að það er náttúrulega mjög brýnt að sveitarfélög, hvort sem það er Reykjavíkurborgar eða aðrir, ýta á eftir þessu og við verðum vör við það eins og ég nefndi áðan hérna hjá félaginu að bæði starfsfólk eins og hjá Reykjavík er að leita hingað og leita upplýsinga hvert það getur sótt iðjuþjálfun fyrir sitt fólk og það er kannski bara íbúar í íbúðakjörnum og annað slíkt. En þetta er bara snarbatnað í heimaþjónustu og heimahjúkrun en þá er það orðin alveg svona afmarkaverkefni bara með svolítið veggi í kringum sig, annað engan veginn eftirspurn og innan Reykjavíkurborgar veit starfsfólk ekki jafnvel af þessu möguleikum bara innan borgarinnar og þetta getur snúist hjálpatæki eða annað slíkt. Varðandi þetta að það búið að vera, við erum með umbótateymi hérna hjá borginni og þeir eru búnir að vera í rannsóknarverkefni sem ég hef verið að aðstoða þau við. Ég hef verið að fara inn á svona íbúðakjarna til að sjá hver staðan er á þeim og ræða við forstöðumenn og það er búið að sýna sig og það var bara farið í mjög mikla vinnu til að skoða þetta og það er búið að ganga frá því og það sést bara að þörfin er mikil og núna er einmitt öll að tala við ráðuneytið það hvort að það sé borginni eða hvernig það er upp á fjármagn, ég veit ekki alveg hver staðan er en það áheld ég að ráða inn iðjuþjálfa til að sinna heimilunum hjá Reykjavík. Það eru góða fréttir en við vitum að það er ákveðin verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga. Nú ætla ég ekki að taka yfir allan fundinn en þetta snýst ekkert það. Þetta snýst það að sveitarfélögin ráði til sín heilbrigðisstarfsfólk sem er menntað í endurhæfingu og öðru til að sinna verkefnum. Og við vitum það líka að það er ríki sem borgar fyrir heimahjúkrun hjá Reykjavíkurborg. Ekki satt? Jú. Já. Fyrir hjúkrun, ekki heimaþjónustuna. Fyrir hjúkrun, ég veit það. Og þannig að við erum svo upptekin af því að splitta þessu sundur, hvað er félagsleg þjónusta og hvað er heilbrigðisþjónusta. Og það bara við þurfum að hætta því. Meðan það er þannig, þá verður þetta alltaf barrierar. Þannig að ég held þetta sé hluta til ástæðna líki þarna, hver á að borga, vanþekking og bara viljaleysi. Ég ætla bara að hafa þá skoðun. Takk. Já, takk. Takk fyrir þetta. En var eitthvað komið var ekki verið að spyrja áðan þeir sem eru starfandi í sjálfstæðum rekstri, varðandi iðjuþjálfa, komst eitthvað að því, Þóra? Nei, ég misti af því, en bara til að skýra hlutina, að þetta eru líka fyrirspurnir sem við fáum að iðjuþjálfafélagið sem stéttarfélag, stéttarfélag er ekki með samning við sjúkratryggingar. Á hinn bóginn þá geta stofnanir gert samninga við sjúkratryggingar og það er í lögum sjúkratryggingar að það skuli greiða fyrir iðjuþjálfun. En fyrirkomulagið er ennþá öllum þessum áratugum síðar þannig að félagasamtök og stofnanir gera samninga greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í þjónustu iðjuþjálfa og þetta dæmum það eru Sjálfsbjörg á Akureyri, Gigtarfélagið og Gló æfingastöð. Annað er ekki í boði. Ég veit það eru örfáir sjálfstætt starfandi iðjuþjálfar teljandi á fingrum annarra handar og þeir hafa oft leiðbeint fólki að sækja styrki hjá sínu sveitarfélagi til að dekka kostnað af þjónustunni. Svona það sem ég veit.
Takk fyrir þetta, Þóra. Já, er eitthvað svona frekar sem að þú myndir vilja bæta við Valný varðandi heilabilunarverkefnið eða hafa aðrir einhverjar spurningar eða vilja koma einhver að? Ég myndi kannski bara við ykkur að muna eftir mér, þeir sem eru með að vinna með fólki með heilabilunarsjúkdóma sem að býr í Reykjavík. Bara vitið af okkur og við viljum endilega sinna sem flestum. Gjörlega. Ef það er ekkert fleira þá bara vil ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og þessar ábendingar sem að hafa komið núna, þetta verður allt tekið til greina og ábendingar varðandi vefinn og þess aftar, þannig að við munum allavega koma þessu áfram við Valný. En já, ef það er ekkert fleira, ég bara þakka ykkur. Þóra vill fá bæta ykkur við, gjörðu svo vel. Nei, ekki, ok. Ekkert mál. Já, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Segjum það. Takk fyrir. Bless, bless. Takk fyrir mig. Bless. Bless.